Hluti af vandamáli sem við stöndum frammi fyrir að það að verða kynslóðaskipti og hugarfarsbreyting innan dómstólakerfisins. Ég hef verið þarna innan hús í þessu kerfi bráðum í 30 ár og ég hef séð margt breytast þarna og ef að menn vilja svona fá bara einföld dæmi það hvernig landslægið að þá sjáum við, ég veit bara tekið 2 dæmi. Málið hans Ingo Veðuguðs, þar sem að einhver maður fer að segja ógeðslega hluti Ingo hefur engin rök fyrir því, þá segir héraðsdómur, neðsta dómstigið, þar sem að við sjáum að hugarfarsbreytingin í nánast orðin og allir að verða svo vók í héraðsdómi, að þá segir héraðsdómur í máli Ingós, já, þetta var bara allt í lagi. Fólk var að tala svona hann og þessi maður hafði fullt tilefni til þess að bara stíga fram og kalla hann þessum ógeðslegu nöfnum sem hann gerði. Já. En málinu var áfrýjað og Landsréttur sem skipaður fólki ennþá sem svona með aðra mynd af réttaríkinu og hvað hlutverki dómstólu svona. Þeir í rauninni koma þarna borgaranum sem verður fyrir þessum árásum í þessu tilviki Ingo til varnar og snúa málinu við og sá sem að sagði þetta er sektaður. Okay. Látin greiða bætur. Síðan í hitt málið mál Páls Vilhjálmssonar, þar sem að Páll í raun og veru sem sagt fer af stað og greinir frá sinni hlið af þessu sem að hafi gengið þarna á ef ég man rétt í máli skipstjórans og hann þá klagaður af hálfu blaðamanna sem að segja að Páll hafi verið að segja eitthvað órökrétt. Saka þá glæpi eða eitthvað en en þeir eru til rannsóknar og eru á sakamannabekk. Já, má segja það, já. Og hinn vók, sko, hvað íslensk orðið yfir að vera vók? Já, það ekki gott að segja. Þetta fólk til þess að vera mjög upplýst. Já, ok. Við upplýsta fólk. Við upplýsta fólk í héraðsdómi sem að til þess að svona hafa einhverja nýja sýn á það hvað sé rétt og satt. Að þeir dæmdu sem sagt gegn Páli í því máli. En aftur, þegar það mál fer fyrir Landsrétt, að þá sá dómstóll skipaður aftur eldra og fólki með aðeins aðra heimsýn sem að segja bara, já, ekkert af því sem að Páll var raun að segja virðist að hafa verið rangt. Hann mátti segja þetta. Þannig að ég skýr, lína þarna sem sagt, eru dómarar í héraðsdómstóla yngri heldur en þeir sem eru í Landsrétti? Já, ég held að megi segja að sko það eru yngri einstaklingar þarna inni og meðalaldurinn er lægri í héraðsdómstólum heldur en í Landsrétti til dæmis og aftur svona þannig að við hefum ekki von á góðu í raun og veru þegar þetta heldur áfram ef þetta heldur áfram svona já, ef að þessi svona pólitíska rétthugsun heldur áfram að smitast upp í gegnum réttarkerfið og það farið að beita í rauninni lögum með svona eins og einhvers konar sleggju til að berja fólk með og þá með öðrum orðum ef að dómstólar ætla að kikna undan þeirri hugmyndafræði sem svífur yfir vötnunum í samfélaginu á hverjum tíma en ekki að gæta að réttaríkinu, persónufrelsinu og mannréttindunum á alla kanta og þessar stjórnarskráákvæðum sem við töldum að við hefðum vernd í og skjóli í að þá eigum ekki vona góðunni og þá þarf ég og aðri lögmenn bara veltaði alvarlega fyrir okkur viljum við sko starfa innan svona kerfis, viljum við vera tannhjól í því, viljum við þjóna því, vegna þess að áhyggjur mínar eru bara hreinlega á mannamáli það að það skipti í slíku kerfi ekki svo miklu máli hvaða rök eru sett á borðið, heldur bara hvaða sko skoðanir eða dómarar hafa eða hvaða valdi þeir telja sig vilja þjóna